þú fara með í ferð Selá. Salomon, Use that. Salomon Gustafsson. Stella í orlofi ein ástsælasta kvikmynd Íslandssögunnar. Hún var gerð árið 1986 og hefur síðan þá átt sérstakan stað í hjörtum margra. Sérstök viðhafnarsýning var á myndinni í Bíó Paradís í gærkvöldi en henni hefur loksins verið komið á stafrænt form. Viðstaddir sýninguna voru flestir aðstandenda myndarinnar. Stella í orlofi, Stella í orlofi, henni kemur þetta bara ekki við, því hún í orlofi. Hvað það fyrsta sem ykkur dettur í hug þegar einhver segir Stella í orlofi? Það partur af programmet? Mér dettur bara í Stella fari veskan minn. Það uppáhaldssetningin mín. Skipti þessi mynd miklu máli fyrir ykkar feril? Já. Já, ég myndi nú segja það. Já, sko sérstaklega, náttúrulega, þegar hún var sýnd þá var hún svo óvenju vinsæl því íslenska kvikmyndir voru svona kannski nutu ekkert sko rosalega vinsæl, það voru ekki margar, en að eignast allar þessar kynslóðir síðan og allt þetta fólk sem að þekkja maður svona litli krakkar og maður Stella í orlofi. Þetta náttúrulega bara stórkostlegt, maður á miklu stærri fjölskyldu fyrir vikið, sko. Hvað skýrir þessa miklu vinsældir þessara myndar? Ég bara hef ekki hugmyndu það. En ég held að segja nú það bara að hún var bara svona rosalega skemmtileg og þarna var nú alveg hópur af góðum leikurum, alveg superleikurum og náttúrulega handritið var náttúrulega alveg rosalega skemmtilegt og fyndið og bara góð leikstjórn og allir sem voru að vinna í þessari mynd. Þetta var bara frábært og allir í stuði og það var bara rosalega gaman og það bara skín í gegn. Og svo líka bara þetta litla sem að aldrei hægt að útskýra hvorki leikhúsi eða kvikmyndum, það er einhver töfrabrögð, það er einhver galdur sem er óútskýranlegur. Við fengum náttúrulega einstaka leikstjórn og leikstjórn dró alltaf besta fram í okkur. Þetta var geggjað handrit, þau voru nú ekki voða góð á þessum tíma, sko. Þannig að þetta tvend náttúrulega gera það verkum að við erum bara einhver efniviður sem að bara greinilega hægt að móta úr, sko. Já, við erum bara eins og leirinn. Já. Hvað er svona eftirminnilegast frá gerð myndarinnar? Einhverja sögur sem ykkur dettur í hug? Já, mér fannst þú bara mest skemmtilegast þarna þegar bardaginn var þarna með laxana og allt þetta og náttúrulega minningin hjá mér náttúrulega að henda mér í þessa ísköldu á sem var ekkert venjulegt. Þetta var ábyggilega 30 stiga kuldi þarna í ánni, þannig að ég alveg hissa að ég hafði lifað af. Horfið þið oft á Stellu í orlofi? Það liðu 20 ár frá frumsýningu, þá var einhver fjölskyldumeðlimur að horfa á hana og ég fyrir að glugga því ég er eitthvað nervus við að horfa á mig, sko, það sem ég er búin að gera, það er ekki þægilegt og ég laumaðist til að horfa á hana. Ég var svo hissaði hvað mér átt og skemmtileg, ég gleymdi mér og þetta var ekki tengt okkur latta, þetta var bara svona, vá, það er gaman að segja mynd, hugsaði ég því ég sá hana, sko. Já, ég segi eins og þetta, sko, ég horfi yfirleitt ekki á myndir eftir að ég er búin að sjá frumsýninguna, það er bara með sjálfum mér, einhvern veginn geta ekki, en maður hefur alltaf séð hana á og til, maður er kannski að fljúga til útlanda, þá verður að sýna Stellu í orlofi, bara bæði, sko, báðaleiðir heim, eins og maður segir. Eigið eitthvað svona uppáhaldsatriði? Sko, ég var nú bara að rifja upp atriði sem situr í minni mínu af því að krakkaskítarnir sem að léku í þessu öllum heimsfræg, skilurðu. Og ég verði að mynda að segja við Ladda, manstu hvað við kvöldum þau, manstu hvað þau slóust aftur og hvað við hótuðum þeim, skildu þau hata okkur, svo náttúrulega erum við bara, þetta er bara fjölskylda okkar, þannig að ég veit þau eru búin að fyrirgefa okkur, en það var mjög eftirminnilegt allar þessar bílasenur þar sem að þau voru blóðið flaut aftur í. Má segja það, og maður sér eftir því núna og þetta því að Þorleifur náttúrulega orðin heimsfrægur leikstjóri og við fáum aldrei hlutverk hjá honum. Já, akkur alltaf skulle ekki velja okkur, er það því að við kvöldum hann? Við spörkuðum í hann og svona og kvöldum hann, ég held að vera út af því. Eigið þið auðvelt með að detti karaktera Stellu og Salomons Gustafssonar? Ég veit ekki, frú Stella? Já. Já, hvað með allt þetta vín? Er partur á programmet? Sko, það sem að ég vil bara taka fram að við höfum unnið ötfulega í áfengismálum, ég og Salomon síðan þá og sem sagt þarf að segja við höfum farið bæði meira í drykkju
Ja, vad ska man göra? Ja, man far i medifer. Medifer, ja. Kan du göra det? Já, gjör svo vel. Ja, fínt. Hvað útskýrir þessar miklu vinsældir Stellu í orlofi síðustu 30 ár? Það nú ekki einfalt og sá sem hefði svör við svona, hann fengi nú eflust bara Nóbelsverðlaun ef við vissum hvað, eins og sagt gerir sig og hvað gerir sig ekki. Það náttúrulega þetta var feiknarlega gott handrit og auðvitað mjög fyndið, en það líka, ég held að lykillinn sé samt að það einhver elskulegt græskulaust gaman. Ég held að það sé einhvern veginn kannski stóra málið á þessi, ég veit það. Hvað svona eftirminnilegast í þínum huga frá svona gerð þessara myndar árið 1986? Það náttúrulega bara fyrst og fremst svona gleðin í samvinnunni og hérna náttúrulega feiknarlega margir skemmtilegi leikarar og þetta þekkti ég Eddu oft unni með henni, þeir eru frábær og hæfileikaríkur leikkonu. Mér fannst sérstaklega gaman að komast í tæri við Latta, ég hafði aldrei unnið með honum og það var mjög skemmtilegt, það var kannski svo eini þetta sem ég hafði aldrei svona, eins og orðað, komast í tæri við. En svo voru bara fullt af svona skemmtilegum atvikum sumarsenur, voru mjög erfiðar, útheimtu eins og slagurinn og þarna og þegar þau voru að slægja laxinn og veiðiskap og ýmislegt svona. Þetta var náttúrulega svona dálítið puð að koma þessu saman. En fyrst og fremst var það náttúrulega bara skemmtilegt því öðruvísi getur heldur ekki gert gamanmynd. Og kosturum við bíómynd er það til þess að þú ert að setja eitthvað í leikhúsinu sem eitthvað er ánægjað. Þá þarfst að horfa á það 60 sinnum og þá er það svo leiður á þessu glunum góður, þetta er náttúrulega bara svo leiður, þetta er ekki hægt. En í bíómyndinu þá gerist þetta alltaf sama degi í sennan, þannig að þú þarft ekki að hlæja 50 sinnum á sama brandaranum. Nýjar kynslóðir virðast kynnast Stellu í orlofi, þið gerir vænt það? Já, það er auðvitað voðalega skemmtilegt og það er auðvitað eitthvað í þeim sem talar til virðist bara að vera nýrra og nýrra kynslóða. Þó það sé eflaust sumt sem að það skilja ekki, það hlýtur að vefjast fyrir þetta bjórstand. Ég býst ekki að unglingar á Íslandi í dag áttu sig á því að bjór var eins og gull í þá daga og ýmislegt svona, en á einhvern nátt kunnaðu að meta hann og ég get ekki stillt með maður að segja hérna eina gamla sögu. Ég bara var daginn að koma bara heimili mínu og það standa 3 ungar stúlkur á stéttinni og þær eru svona 15, 16 og þær eru mikið kvíandi og hlæjandi og ein er að segja það í fréttum að það er að fara að sýna Stellu í orlofi og hinn að fara, hvað segir Stellu í orlofi, ég ætla sko að sjá það og eitthvað og ég sagði, en gaman. Og svo gæti ég ekki stillt mig, ég gera þetta og ég vildi ekki. Ég gekk fram hjá með innkaupapókana mín og sagði, vitið það stelpur, ég leikstýri Stellu í orlofi. Og þá rákaður svo skaðræðisöskur og svo fór ég bara og svo var ég að hugsa eftir, það geta ágibyggilega ímynda sér þessi kenning með innkaupapókana að vera leikstjórn af svo skemmtilegu mynd.